Það byrjum bara á leiknum. Þetta var frábær skemmtun, rosalega jafnt alla tíman en Vestri var svona yfir með einhvern svona 5-6 stigum þegar voru nokkra mínútur eftir. Hvað snerist undir lokin? Sko, þetta hefur svolítið loðað við okkur að missa svolítið leikina frá okkur í þriðja. Af hverju Ég veit ekki, ég sé ekki svona helvíti slappur bara í hálfleiksræðunum eða eitthvað. Við allavega, sko fyrir leikin þá vildum við, okkar markmið fyrir tímabilið var að komast í úrslitakeppni. Við vildum ekki að tímabilið endaði þannig að við hefðum líklegast komast í úrslitakeppni ef að leikirnir hefði klárast, heldur vildum við vinna það. Við vildum vinna að okkar markmiðum að ná þeim og ég held að við hefum bara náð að minna sjálf okkur á það hérna í þriðjuleikinn og það verður ekkert litið fram í því að sko, Dúi átti frábær leiki gegnum alla leikinn, samsnéri sem leik varnarlega. Þegar einhverjar 4-5 mínútur eftir þá allt í hennu rann á hann æði og hann eiginlega tók Vestri öllum sínum sóknum á tímabili. Það bara hafði rosalega mikið að segja. Nokkuð bara mjög mikilvægir stuldir og þarna tapaði bolta sem honum að þakka undir lokin, alveg rétt. Ef hann eins og segir, ef þið eru komnir, ef tímabilið er búið núna, ertu sáttur? Ég er ofboðslega sáttur og ég held að fólk svo sem sér ekkert alveg grein fyrir hvað við erum að gera hérna því að það er ekkert alveg einfalt. Þegar ég kom hérna á síðasta ári þá var ég í rauninni að draga mútu körfubolta og ég meina við vorum hérna, ég kallaði bara til ýmiss konar fólk, við vorum með 2 æfingar í viku og þú kannski komist í lið og mættir á aðra þeirra og svo unnum við þessa deild sem kannski gerir mér ákveðin óleik en maður tekur ekki þannig prógram og maður fer ekki með alla leið þangað sem hinn liðin eru. Það eru liðarnir sem eru með marga útlendinga. Við færðum okkur upp í æfingálagi. Núna er prógramið tilbúið að taka næsta skref. Við ætlum ekki að fara að borga leikmönnum út víða völl og við ætlum ekki að fara að taka einhverja útlendinga. Á næsta ári verðum við komin með nýtt gólf og aðstæðan enn betri og hér viljum við að verði vettvangur fyrir yngri leikmenn sem að finnst við kannski ekki fá nægilega mörg tækifæri í dómaradeildinni til þess að koma og spila við góðar aðstæður og vonandi við þolanlega þjálfun og svona fá bara að hlaupa og skemmta sig. Þannig að menn taka bara strætó út á Álftanesi og fá að spila? Já, bara carpool út á Álftanes og ég meina við teljum okkur vera vel í stakk búna til þess að gera það og við erum með frábært félag hérna yfir í annað frábært félag í bæjarfélaginu sem hægt er að útfæra einhvers konar samstarf með líka og við lítum virkilega björtum til framtíðina. Herru, Hrafn, ef þetta er seinasta viðtalið á tímabilinu þá kann ég bara kella það fyrir og takk fyrir samfélgina. Takk fyrir.